Við erum stödd á bensínstöð við Laugaveginn og héðan eru stór fréttir. Starfsmennirnir hafa ákveðið að efna til sinna eigin kosninga og því sem að gerast í þjóðfélaginu í kvöld. Og hér hjá mér eru Georg Bjarn Freðarsson, vagnstjóri, og Ólafur Ragnar, starfsmaður á plani. Hvernig ganga kosningarnar starfsmannasjóðinn, Georg? Jú, það nú tveir kostir. Það Svíþjóð og Benidorm. Og öll vötn renna nú til Svíþjóðar eins og skáldið sagði, en við sjáum nú bara til hvernig ver. Ætli þetta verði ekki svona svipa á kosningin í sjónvarpinu bara? Þú veist, sjálfstæðisflokkurinn lítur að taka þetta á hættanum. Heldurðu það? Nei, það stór efast ég Af hverju segirðu það? Vegna þess að ég held að fólk sé orðið langþreytt á ofríki sjálfstæðisflokksins og ég held að í kvöld verði gagger breyting þar á. Ég fór nú í kosningapartíðana á sjálfstæðismönnum og Gísli Marteinn var þarna. Ég hitti Gísla Marteinn og Sigur Kára og Ásgeir Kolbens og alla þessa Já, þú hefur vísast fallið að fótum þeirra og bara tilbeðið þá. Nei, ég held að fólki í landinu sé ekki þeir kjánar að það sætti sig við þetta mikið lengur. Við getum kannski verið sammála það þrír að fólki í landinu er ekki kjánar. Þið eruð ósammála bæði starfsmannasjóðinn og pólitíkina. Mér finnst bara svo merkilegt að það töluðu allir við mann bara eins og maður væri vinnu þeirra. Já, það vegna þess að þú ert bara atkvæði í þeirra augum. En þeir voru með pizzur og bjórarna og... En ef að vinstri grænir byðu þér upp á pizzusneið og bjórglas, myndu þeir þá fá þitt atkvæði? Já. Já, við skulum snúa okkar að kjarnamálsi sem starfsmannasjóðurinn. Þú, Ólafur Ragnar, vilt fara til Svíþjóðar. Nei, ég vil fara til Benidorm. Þá höfum við það, þetta var fólkið á götunni og það sem það hefur að segja málin. Þegar þú segir fólkið á götunni, ef þú kallar einhvern á götunni, þá ert í rauninni að segja hann sé róni. Nei, ég átti alls ekki við það, ég átti bara við að vegfarendur Voruð þið búin að sjá allsbergagæði sem að hoppa hérna í blokkinni? Það myndefni. Ég vil að kíkja á það.